Verkefni 4 svona orðið aðeins meiri svona raunverulegt CSS, þar sem við erum í raun, þið fáið gefin texta hérna sem HTML með sögunni The Legend of Sleepy Hollow og inn í því í raun fyrirsagnir, block quote og svo text í sögunar og á nokkrum stöðum hérna horizontal rules sem skilja textan að og í lokin hérna eitthvað postscript og síðan einhver texti hérna sem segir til hvaðan þetta kemur. Og verkefni ykkar að setja þetta upp eins og þessi forskrift sem þá í raun að taka þessar myndir sem líka gefnar hérna. Það einhver tré í einhverjum mjög skuggalegum skógi sem ætti að passa við þemasögunar. Og þið ætlið að setja þetta upp og stíla til textan hérna, stækka fyrsta staf í hverju paragrafi, breyta eins hvernig útlitið á þessu blokkvóti og síðan setja í raun staðinn fyrir þessi HR, setja inn þessar myndir, þannig að þegar það farið gegnum síðuna þá komið þessi upplifun. Og alla myndirnar eiga að vera, eiga að fylla út í viewportið, sem þýðir að þó svo að fyrirmyndin sé ákveðið breið, þá er myndin alltaf að fylla út í allt viewportið hérna. Þannig að hún á ekki bara enda eins og mætti túlka ef við skoðum bara þetta hérna, að hún ætti að enda bara í þessu hérna 600 eða 800 pixlum hvað sem þessi mynd breið hérna. Þetta á hún alltaf að fylla út í allan skjáinn. Og síðan þegar við förum í gegnum vefinn og sjá var það ekki einhvers þar kannski ekki búið að hlaða inn GIF-myndin passið ekki en síðan í raun stærðirnar á letrinu í hausnum á að skilgreina með einhverju einingu sem leyfir því í raun að skalast eftir viewportinu og þetta þarf ekki að vera nákvæmlega eins og sýnt hér en þetta á í raun að vera þannig að textin sé læsilegur í öllum stærðum þannig að við bara opna sjá hérna já dæmið já, öll dæmin á vefnum og já, allt sem ég tek upp, allt sem ég segi hérna er tekið upp og setta við það allt sett upp minnsta mál. Þannig að hérna erum við með þennan texta og hann skalast eftir hversu stór viewportið og textin alltaf læsilegur, þó svo það sé kannski illa læsilegur, en þá passar hann alltaf í þennan fyrsta skjá og leið við skrolla þá hann komin inn í meginmálið. Og myndin hérna föst á bakvið og svo skrollum við hérna í gegnum síðuna og þá kemur hérna einhverjum tímapunkti önnur mynd sem líka svona föst hérna og í raun tekur þá 60% af viewportinu meðan að fara fram hjá henni. Og síðan í fætinum þá í raun kemur aftur þessi effekt hérna fyrir þetta postscript. Og hérna í raun síðan á þessari mynd svona protection sem gerir það verkum að textin læsilegur í raun þó hann sé hérna yfir þessum dekkri part af myndinni. Og síðan leturgerðir sem eru á að sækja og setja á fyrirsagnir og textan og síðan takmarkanir hérna á því hvað á að nota. Þannig að þetta ekki til þess að koma í veg fyrir að þið farið niður einhverja leiðir að nota eitthvað annað af því að við erum að æfa þetta svona eitt í einu hérna. Og síðan það í raun að þið megið bæta við HTML eins og þið viljið en það mælst til að það sé gert með merkingarfræðilegum elementum og það sé gilt og síðan að þið skilið inn gildu CSS-i. Já.